Það almennt mikið rætt og talað listafólk, söngvara, tónlistamenn og skemmtikrafta. Fólkið sem stígur á svið, stendur fyrir framan fjöldan og baðar sig í sviðsljósinu. En það sem gleymist oft fólkið á bakvið tjöldin. Fólkið sem stendur fyrir því að það yfir höfuð eitthvað sviðsljós til að baða sig í, eitthvað svið til að standa á og eitthvað kerfi til að miðla listsköpuninni til áhorfenda. Á bakvið þetta allt nefnilega gríðarleg vinna og mikið af búnaði og það þekkir Bernhard Már Sveinsson, deildarstjóri Exton á Akureyri, líklega betur en eigið handarbak. Já, það náttúrulega stöðu þróun og þetta náttúrulega bara eins og með allan svona búnað að þetta þróast nánast. Það eru nýjungar hverju ári og það endalaust kapphlaup að reyna að vera svona, já, í takti við það og bjóða upp á sem nýjasta búna og nýjustu tækni. Þetta ekki hættulegu business að fara út í þetta að skoða nýjustu græjur og tækni, getur maður ekki alveg mist í þessu? Jú, vissulega. Þetta náttúrulega þannig starfsemi að menn brenna fyrir þetta og það svona sést kannski að það eru menn sem eru að vinna á næturnar og vinna yfir viðburðum sem maður að skemmta sér á og þeim finnst það gaman, sem ótrúlega skrítið tilhugsun sko. En já, þetta vissulega hættulegt og maður getur verið mjög fljótur að gleyma sér í þessu. En eins og þessi verkefni sem að koma upp á borð til ykkar, þessi undirbúningur, þið eru væntanlega að vinna bara myrkrann á milli? Já, við þetta svona fer eftir umfangi hvers verkefni sig, hvernig þetta fer fram, en þetta getur tekið kannski allt frá klukkustund upp í fleiri vikur eftir hvernig, hversu mikil hönnun og hversu mikil teiknivinna þarf að fara fram og svo þessu kasta á milli okkar og viðskiptavinarins og svo náttúrulega þarf að klára þann pakka og þegar kemur að giggi þá þarf að taka við til tækin og gera allt klárt og svo fara í uppsendingu og svo viðburðin og svo þarf að pakka þessu saman og koma sér heim aftur og upp í hillu. Þannig að þetta er svona rosalega misjafnt eftir verkefnum og og umfangi, en þetta er svona þessi ferill sem að fer í gang og það er ekki óalgengt að þetta sé að fara yfirleitt fram á næturnar, þessi uppsetningavinna. Og þetta er rosalega falin vinna, maður hugsaði það út frá okkur áhorfendum sem að þræðum viðburði og tónleika. Sviðin eru bara allt í einu mætt og við erum á tónleikunum og svo förum við heim og svo það farið daginn eftir. Já, á Íslandi erum við með ótrúlega frambærilegt tæknifólk og það má ekki gleyma því að við erum náttúrulega bara 300 manns sem stöndum í framalega og við erum að taka á móti ótrúlega stórum tónleikatúrum samanber þegar Ed Sheeran kemur til Íslands að þetta er svona ákveðin prófsteinn fyrir Ísland að fá svona stór verkefni og geta sinnt þessu. En ef maður hugsaður þessi verkefni, þetta er fjölþætt, það er sviðið, það eru hljóð og það er ljós líka. Þetta þarf alltaf að spila saman þannig að sjóið sé sem best. Já, vissulega og við erum sem betur mjög heppnir að vera með fullt af frábæru bæði starfsfólki og verktökum og okkur könnu sem að standa mjög framalega í þessum bransa bara þó að víða væri leitað út fyrir landsteinana að Exton til dæmis sem er starfsmenn sem að hafa verið að vinna á Hróarskeldu og við höfum farið til Færeyja að gera G-festival og þannig að menn eru að leita sér að reynslu víða og koma víða að mjög stórum viðburðum sem að eykur náttúrulega bara reynsluna fyrir þennan bransa á Íslandi. En af hverju eru þið fengnir eins og til dæmis til Færeyja? Eru þið orðið sérfræðingar í einhverju ákveðnu að setja upp svona svið til dæmis við ákveðin veðurskilyrði eða? Upphaflega voru Danir sem gerðu G-festival fyrir þá en það einmitt kom upp að þeir voru mjög hræddir við aðstæður þarna. Einhverjar aðstæður sem kannski við erum mjög vanir við að glíma við hérna í Íslandi. Þar er tiltölulega líkt þessu þannig að við höfum verið að gera þetta kom bara upp og við erum búin að gera þetta núna 7 ára í röð held ég. Lendið aldrei í því að veður verður bara hreinlega of slæmt til að sé hægt að halda áfram? Jú. Talandi G-festival, þá hefur við lent í því að þurfa að aflýsa viðburði og taka niður bara á miðju festivali. Svo bara gengur þetta niður, þá sitjum við bara aftur og höldum áfram. Það þarf að vinna hratt í bæði skiptin eða ekki? Jú, það hefur lítið verið sofið þegar þetta kemur upp en menn eru bara tilbúnir í þetta og vita út hvað er að fara og ganga bara vasklega til verks og láta þetta ganga upp eins og hægt er.
Og eins og núna verkefni hjá okkur að setja upp svið fyrir Akureyrarvöku. Þá hlýtur að skipta máli, þið eru með búnaðinn að stóru leyti hérna á Akureyri. En það eru líka ákveðna nýjungar hér. Já, það alltaf að reyna að finna upp á einhverju nýju og reyna að gera hérna viðburðina meira spennandi eða ferskari. Og í ár ætlum við að hérna erum við að vinna verkefni með hérna vídeólistamanni sem kallar sig Tálsín sem að útbúa grafík fyrir stór tónleikarnir sem verða á laugardagskvöldinu og þar komum við að því með honum að við ætlum að varpa þessu sérst á 2 hús niðri í bæ og hérna sjáum í raun og bara tæknilega lausn á því að koma þessu úr tölvunni hans og til áhorfenda. En það einmitt það sem þið að gera, þeir að vinna rosa mikið með listamönnum til þess að þeir geti framreitt það sjó sem þeir vilja. Já, ég meina þeir koma með sína hugmyndir til okkar og hafa einhverja sýn á það hvernig við vilja gera þetta og svo það í okkar höndum hvernig þetta það útfært og hvernig þetta framkvæmt. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta tiltekna verkefni kemur út. Þannig að þó að þú sé mikið hark þessi vinna við að setja upp og tengja allt, þá ákveðin listrænn þáttur þarna líka. Já, við þurfum að sjá þetta frá sjónarhorni listamannsins líka og reyna að uppfylla hans væntingar. Stundum það hægt, stundum ekki. Það verður bara komið ljós. Myndirðu segja þetta verið vanmetisstarf? Nei, kannski ekki vanmet, en ég held bara, kannski vanmet á sinn hátt. Ég held að snúast aðalum það að fólk gerir sig grein fyrir hvað á sér stað þegar svona viðburður fer upp. Þú veist, þetta er rosalega mikið af smáatriðum sem þurfa að vera í lagi til að heildarpakkinn gangi upp.